Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Já, en þessi í mynd og ringurinn klára ekki. Incoming. Leave it now, everything you need it. Now drop it like you mean. The White House. Wow. The DOC. Oh, Yeah. man. Now everything you need it. Now drop it like you mean. Germany, France. Korea. Já. Wow. Leopold er búin að staðfesta samning við Sjóbúska. Við erum bara að fá hann í 5 ári viðbót. Þetta er bara geggjað og kjúpið. En ákveða launum Já, maður velti því fyrir sér hvort það sé ekki bara búið að spenna bóðan og mikið. Það er þú United eins og pabbi. Já. Nei, hann er ekkert mikið. Þeir voru samt í boltanum í dag, sko. Nei, skrítið. Æ. Ó, dæ. Hvað var Holland að gera? Er Holland svona duglegur á Snapchat? Já, ertu ekki með hann á snappari? Hann er snappari. Það er ótrúlega hýttir. Já. Já. Ertu búin að senda hann eitthvað? En hann Snapchat hljóta að vera sko með hann á einhverju þá díl eða eitthvað. Hann er búin að vera alveg lengi aktífur á Snapchat. Snapparinn, ég er búin að vera að vara eitthvað við þessu, Snapparinn sé á leiðinni. Já, ég er að segja það. Þetta er stór sigur fyrir snapparann. Já. Er þetta lagið með Hollandi ekki? Já. Þetta er Hollandi ekki? Er svona mann sem kann að keisa, ekki fór ég að fenda. Og henni er dýbra bað, að þetta inn í brunnsku. Hvað skemmt það? Hvað fjallar þessi texti hjá þeim? Kiko Jó. Flow Kings. Vers 1, Erik Sandberg. Er Holland hvergi í þessu? Þetta er bara Erik Sandberg.
Er hann bara í vídeónu, hvað hann á grillinu? Sko, er Erik Sandberg ennþá á skagan? Er það ekki? Jó, var hann ekki vitalið hérna Já, já. á hérna sínum daginn? Hvað er ég að byrja? Flow King. Þetta voru Flow Kings. Já, Flow King. Og eiginlega mitt sko lag hefur verið Við skal ekki þetta er ekki mitt. Þetta er alls ekki mitt lag sko. Má sjá. Já, það er Við það. skal lifa fyrir alltíð. Við skal Við erum báðir sami. Já. Mína. Ég var það ekki fyrst, svo fór ég að fíla þetta. Setna Já. eftir háum hana. Þú veist, Þetta er eitthvað leiðilega útgáfa af þessu lagi. er eitthvað skrítin útgáfa. Já, sko mitt lag voru Svíarnir hérna. Lifa til það er hérna sko, þegar þetta er svona þeirra, maður sjá. Lifa til Stop for Africa. Já. Veitu, hvað ertu með þarna? Það er hérna, þetta var sænska lagið. Þegar þeir skoruðu mörkin, þá kom þetta. Og Já, þetta er já. svona þeirra Live Forever lag. Við erum líka með eitthvað, sjáðan er kannski ekki sem að horfa á þeim. Það er eitthvað Oasis-gaur. Já. Þetta er alveg gott sko, það er Leve for alltid. Thomas Stendrum. Svo segir hann Eigum hérna, við eitthvað lifa eilífilag? Við langar að lifa við eilífilag. munum aldrei deyja, við munum lifa í lífi. Leva for alltid. Vi kommer leva for alltid. Vi kommer leva for alltid. Vi kommer leva for alltid. Þetta er gott lag hjá. Já, mjög. Þetta er negla. Já, þetta er reglega. Svo eru hérna normenni með Viking Blood. Þar sem þeir eru alltaf að reyna að stela þessu vikingadæmi okkar. Já, gjössalega óþólandi. Þetta er enda alveg gæður. What are you? Við slóum Kólumbus með 400 árum. Herri, ég verð nú að taka þetta í þættinum. Já. Og það er ekkert íslenskara en Leifur Eiríksson. Hvað er að gera? Þetta er óþólandi. Ætlar enginn að stöðva þetta? Ég ætla að stöðva þessa blæðingu. Já. Ég vil verða í döðan. Ekki taka þetta af mér, sko. Nú skal við vera endapar. 1 og 2 og ikke mor. Nå, det var jag. Vi ska leva for alltid. Lifa for Herru, ef Hjálmar og Naflin láta sjálfsögðu Sölfossi, þá verður þið mætt með ást og ábyrgð. Vá, Já. ok. Það er enda gott að heyra. Það er þetta maður, Já. það hefur ekki oft heyrt þetta. Nei, Þetta er ást og greinlega... Takk. Takk. Takk, venn. Takk, venn. Minna kamandan tæja. Tukadóttóra bengændó. Herru, við förum í HM að sjálfsögðu. Já, keyrum þetta bara og svo í hérna íslenska boltan. Já. Og svo förum við hvernig er aftur afturhaldingin var að vinna í gær. Já. 3-2 á móti Leikni. Hörkuleik. Now I drop it like you mean. Hörkulegur. Just like you mean. Og sjá Colombia. Tökum eitt mark í einu aftur helding.
Eitt mark í einu. Við tökum Eitt mark í einu. Eitt mark í einu. Við tökum eitt mark í einu. Eitt mark í einu. Við tökum eitt mark í einu. Þetta fræga fylkislag. Já, eitt mark í einu. Já. Þú getur ekki skorað 2 mörk. Nei. Það verður snú gleymast. Þú varst að greina afturlítingsmennina fyrir leikinn stóra á þriðdægin. Já. Vá. Ramba. Ég kemst, ég held ég kemst ekki, ég kemst. Já, þú kemst. Þannig ég ætla að mæta. Hvað er því bara þriðdagur líka? eða Jú, eitthvað? þú veist, ég var ælendis, ég held að vera farin. Já. Ég verð ekki farin. Nei. Þannig að það verður spennandi að sjá fylkismenn fara í byggarúslit. En byggarúslitin. Verður það með lægi þarna. Við syngjum áfram fylkismenn. Við syngjum áfram fylkismenn. Verður með það? Já. Allir Ég verð með það. slagararnir. Ég tek það bæði fyrir og eftirleik. Vonandi eftirleik. Alltaf eftirleik. Já, Skiptir sama engu máli. hvað Já. bjátar á. Já. Já, það er reyndar að fallega við þig. Oft súr stemming þegar maður tekur eftir Já. tableiki. En Já, þarna- við en tökum lagið- ljóð. en þarna appisínugulur að eilífu. Tökur Já, það líka? já. Við erum appelsínum gulir að eilífu. Ekkert blandar okkur. Það blandar ykkur ekki. Þetta blandar maður. Ég hef þetta hugsað um þetta. Er það rauður og gulur? Sennilega er það. Rautt og gult verður appelsínu gult. Við erum eina hverfið appelsínu gult. Þetta er bara alveg lag Já. sko, með Já. Þú hittir ekki á eitthvað þarna. Need it now, everything you need it. Herru, FIFA fylgir bandarískri hefð og þeir sem verða heimsvistar að fá allir hringa. Vá. Nei, Jú. það er geð. Þannig á þetta að vera líka. Það er rosalega. Gónda. Dindin. Feel it now. Sjáðu hérna orkan úr ekki með dyr. Það er ekki derfa. Já. Það er svona hipp og cool líka. Það er ekki mjög út. Getið sé hvernig þetta kemur út þetta á skjánum. Já. Ég sé bara Epic-merkið hérna á skjánum hérna fyrir frá mig allavega. En við þurfum... Það er svona krakka, töff húa. Já, þetta er... Húlíkanir. Já, sérðu. Ferðir vel þessu húa? Ríkala vel. Já. Vá. Vá. Já, mér langar að það Ég er ekki mikið með þér húa þannig. Nei. En þetta er að svínlúka Þú ert í grunninn, þetta er þú kallt. Þú ert líka bara, þú ert að verða engu. Já. Hann er í koni form, kallinn. Já, alveg. Samba, gamba, damba. Herra, ok. Vi skal leva for alltid. Vi skal leva for alltid. Tid. Ja, vi skal leva for alltid. Eitt lag sem eru 100% DJ Face mun 100% spila þarna. Það er hérna DNAS. Nasse hej, kom och sätt sig jamma. Kom och sätt sig jamma. Þetta sett, það verður svakalegt. Já. It's our DNA. Það verður, sko, að geta farið úr ensku í spænsku, eða ítölsku eða hvað þetta er. It's our DNA. It's a DNA. Championship winning ring. Vá. Við verðum að fjalla þetta eins, sína fólk þetta. Já, frábært. Vel gert. Nú er brúin. It's in our DNA. It's a DNA. Sorry. Þetta er DNA, þetta er það sem að Gianni er að búa til. Það er að þetta snýr meira bara leikur. Þetta er í DNA-inu okkur. Já. Það er með málið. Það er ég, góðan daginn Epic America, Dr. Fútból heilsar
Já, við verðum aðeins í byrjunum næstu viku, svo erum komin í gott frí til 11. ágúst. Dóttur fútból heilsar með Hjálmari Erni sem hérna eiginlega alltaf á föstum. Og stóra fréttir, Gunni Birgis lýsir úrslitaleiknum. Já, þjóðin fekk að ráða. Gunni Birgis mætir og verður við mækin á sunnudaginn. Með mér líka Naflinn sem að skelli sér til Lundúna. Ótrúlega content sem hún bauðst upp á. Maður var bara, mér leiði þess að ég væri í London. Svo mikið content. Ég var bara, shit, þetta content. Það var skemmtilegt viðtal sem ég tók við strákan í Fanatics búðinni. Já. Þeir voru hressir. En allt þetta content, hvernig datt þér þetta í hug? Já, Það var splittaginn og já. Maður upplýði líka stemningur í Englandi svo sterkt á þessum vídjóm bara hvernig. Já, þetta var akkurat bara á einmitt, við vorum á prime stað fyrir þetta. Þetta var alvöru rússibanni að sjá bara viðbröðin þegar liðið fór upp og jafnað og allt þetta var ótrúlegt. Já. En sem ég segi, bara meira content frá þér, takk. Já, maður er rétt að byrja. Já, þetta er rétt að byrja. Dóttur fútból að sjálfsögðu heilsar hér frá Stúdíó 47 í Grandanum. Já, rísa helgi framundan. Einhverju sem að vilja breyta dollar í 2. Já. Þá ætla ég að mæla með að farist þungt og þið treystið ykkur á frakkana. Já, ok. Af því Englendingar það allt í kássu í Englandi. Já. Farið á frakkana, killi, vill slá metin, þú ert með Didier Deschamps að kveðja, þetta verður tilfinningaþrungin stund. Annað líka með þetta, ég er sammála því með að frakkandir eru að fara að taka bronsið og Mbappé, hann er að fara að gera allt sem hann getur og að Mbappé skori 2 mörk eða meira. Þegar Messi skorar ekki á sunnudaginn, ég held að það sé alveg pottitt, ég held bara spámarnir eru of góðir. Já. Og Mbappé skora 2 mörk eða meira, það er stuð 6. En menn við ætla að vera aðeins harðari. Já. Þetta verður áhugavert. Ég minna á það að Carlsberg, Epic og að sjálfsögðu Bullseye verðum að há Bullseye og DJ Face verður að spila frá klukkan 4, húsið opna klukkan 12 þannig að menn geta keyrt í sig, hent sér í gang, hent sér í HM-gýrin, svo minni ég á það að Hjálmar verður í Keiluhöllinni, líka með Carlsberg, 5.000 kall, 7 bjórar í Túborg Kastalan, þú kaupir Túborg Kastalan, færð þarna 7 bjóra í einum Kastalá, svo getur þú bara helta og fyrir vinniðina. Gæðugt. Þetta verður allt saman í gangi, það verður meiri áttar stemning þarna og fyrir þá sem er í smáralindina fyrstu 4 klukktíma þeir eru frýir í bílastæðuna. Það er rosalegt. Það er geggjað. Ég er að nýta með það. Já, ég er enda er ekki ennþá byrjað að rökka en ég er ennþá með húsbílinn minn þarna. Já. Læta hann liggja þarna í rólega heitunum en Er svo bara með reminder þegar þeir byrja að rökka og tekur hann. Já. Herðu, fitnessportur með Sheeran Jeet, Nafli, þú þarf ekki að Sheeran Jeet að halda. Það er bara morning wood allan daginn. Það er bara vesen. Ég leifi öðrum að fá Sheeran Jeetið. Voru einhverja sem vildi kíkja í pakkana í London? Nei. Þetta var vinnuferð. Það var vinnuferð í þetta skiptið en ég minna það að fitnessportur með allt fyrir heilsuna og svo eru þau með þennan þríhyrning þar sem eru fullt af lóðum fyrir áhugasama. Dominos, verið tímanlega bæði á laugardag og sunnudag. Geðveiku tími á sem leika á laugardagskvöldið. Frábært. Keft bronsið sjálft. Kylian Mbappé með Dominos pítsu gæti klárað allt gallerið og hann er ekki eins og 30. Gull, silfur, brons. Já. Það er svakalegt. Bara getur verið búin að henda sér í allt helvítis gallerið. Já, markaðustar á HM, þetta getur rosalegt. Já, þetta getur verið tilfinningaþrungin stund. Tjekkland bifreiðaskoðun auðvitað minnir á sig. Alltaf fleiri og fleiri verða farin að keyra bæinn með græna límiða. Það er eins og þetta sé eitthvað hættuleg tíska í ungu fólki. Albert að byrja á þessu. Hörru, ég með endur skoðun. Ég er eins og Albert. Þetta er AI-fílingur yfir þessu. Einmitt. Nei, við viljum ekki þetta trend. En ég líka get sagt frá því að nágrannar Arnós hafa tekið eftir með grænum með og það er kurr hjá nágrannum hans í Keflavík. Já, byrju, hver er með nágrann? Er hann ennþá með grænum? Nóri Clinton? Já, er hann ekki með grænum með það? Ok. Vá, ok. Pælti við því að Clinton var það graður forseti að það var strippstaður á Íslandi sem hétt Kaffi Clinton. Það er Fischersundi. Já. Og þetta er bara, það er legacy hennar. Já, það er rosalegt. Það er hans. Þannig að nú komið nýr Clinton og hann er í Keflavík að sjálfsögum. Þannig að það er rosalegt.
eru tölvutek og þeir biðja fólk aldrei að vekja sig. Já. Það bara aldrei mig vek. Það það sem að þeir hafa sagt við fólk Já. og allt sem hún þarft fyrir hvort sé Ninja Creamy eða hvort það sé nýr skjár eða hvað það er. Þú ert með þetta allt saman. Sjónvarp, allt saman. Já. Til hjá tölvutek. Herri, spurningin er svo sem þægileg í dag. Og sjá hérna liðin sem hafa orðið heimsmeistar undanförnum árum. Hérna 90 var það Adidas og Þýskaland. Og svo sjáum við þeir sem eru að horfa sjá þetta, þeir sem eru bara að hlusta sjá þetta ekki. En ég er að sýna íþróttavörumerkin sem hafa orðið heimsmeistar og núna er náttúrulega ljóst að Adidas vinnur þetta því að 2 Adidas-liðir eru að fara að mætast í finals. Hvað merki var þetta 94 með Brasilíum og hverjir eru þetta 2018 með Fraklandi? Sko, Og maður reyna að sjá þetta fyrir sér. já, þetta er ekkert mörg íþróttamerki sem komandi að greina svo sem. Nei, Frakland 2018. Þetta er ekki Puma. Nei, Frakland. Nei. Býtu. Frakland 2018, bara easy peasy. Okkur sér þetta easy peasy. Þetta er easy peasy, komið með þetta, Frakland 2018. Ég er ekkert með það. Ég er ekkert átt Ég að sé maður. ekki það, ég ætla ekki á næguðu þetta. Já, Og Nike, Brasilia já. 94. Sko, það er það sem það er eitthvað svona... Umbro. Það er Umbro. Það er Umbro. Það var ekkert frá svona þetta. Það var með þetta. Já. Strákur var með þetta. Aðeins bara að fá tíma til að hugsa. Vel gert. Vá. Við byrjum vel. Við byrjum vel. Ég er alltaf þakkláttur að krakka láta mig vita að einhver sé að stela poweranglæginu mínu. Það er einhverju stila lögininu, Hjörur. Rugglir þetta. Þessi iconic Umbro búningur sem við tölum með sem fara að poweranga gera maður sjálfsögum með Lace. Ekkert Lace, engin úrslitaleikur. Leysararnir með Will Ferrell og David Beckham í Ameríku er eins og með Dóttor fútból á Íslandi til að svara því. Og við slum poweranga bestu halftime show sögunar. Vá. Nafli, þú ert maður halftime showana og ég man eftir í gamla daga þegar að leikliðin fór úr því að vera 10 mínútur í 15 mínútur þá sögðu náttúrulega Bretarnir að leikurinn væri farinn. Já. Það var alveg hryllilegt að vera bæta þessum auka 5 mínútur við. Já. Við fáum hálftíma break frá boltanum. Vá. Eftir góðar 2 vasspásur og svona. Það fæ ég hálftíma frí frá boltasparki. Já, sem er geðvikt. Já, og við fáum að halftime show. Það eru með alvöru halftime show. Já. Hvað er bestu halftime, ef þú ferðið 5. sæti bestu halftime show sem þú sé af? Því að það er engi sem þekkir halftime show betur en þú. Nei, ég er svona, listin minni þannig að það er svona í 5. sæti, þetta er svona, ég sá þetta náttúrulega ekki live, en ég verð satt að hafa þetta inn í samtalum, þetta er inn í öllum þessum samtalum, það er bara Michael Jackson 93, Super Bowl. Okay. Það er bara, þetta verður að vera þarna. Já. En síðan erum við með 4. sæti, það er Rihanna 2023. Það var rosalegt show. Það er ekkert Byrja. Já. Rihanna í Super Bowl. Já, Rihanna. Já, Bara þetta er syngja- náttúrulega allt Super Bowl með það, svo við tökum það. Vissirðu það að ég kynnti hana til leiks? Drottningi frá Barbados. Já. Það er rosalegt. 2005. Hér heima. Já, þú veist, hún var allavega, þetta var eitthvað nýtt lag með henni, þá var ég að vinna þarna á, hvað hitt hana, ég veit ekki, Kiss FM. Jú, sem voru að keppa við Jú. þá var það, Varst hún var þú eitthvað þar? Ponder í Play hétt lagið. Hey Mr. DJ din. Sjáum hann skjónum hana. Rihanna Já. númer 3. Það er Dr. Dre og vinnirnas. Þeir Já, mættu já, hana, já, Snoop já. Dogg, 50, Eminem. Það er 3. sæti. Það er 3. sæti. Ok. Þetta verður alveg umdeltur Er listi. Dr. Dre, er það góð manneskja? Það veit ég ekki ég hef ekki kynst úr. Jú, Ég er að spyrja þig. Númer 2. Halda það. Síðan er nummer 2. Já. Bruno Mars og Red Hot Chili Peppers. Það var rosalegt, Það var 2014. Er að mætt á trommunar. Ég man eftir þetta var líka Cold Weather Super Bowl. Já. Þú veist, það er nefnilega alltaf erfitt að performa í Cold Weather Super Bowl. Og hann var bara í einhverjum gulljakka þarna. Þetta veist mér áhvert, ok? Ég meina, ertu ekki Red Hot Chili Peppers maður? Þetta er I left don't þeirra. ever wanna feel. Já, þetta er í það. Like I did that day, take me to the place I love. Já. Og svo er það nummer 1. Já, hvað getur verið nummer 1? Jennifer Lopez og Shakira. What? Hva? En býttu, hvað með Janet Jackson og Jullun? Já. Já, þú Ég held að þú er sko, þú er búin að marka setja þessi mesta jullukalla á Íslandi. Ég hef verið að hanga utan í stærstu brjóstunum á Íslandi. Og varstu bara búin að gleyma þessu? Nei, mér bara fannst það ekkert í mínum tíðaranda. Ha?
Ég var Þú er búin að vera að marka setja þið sem eitthvað Já. og svo bara Það var ruggla dæmi þegar það gerði. En þetta með sko Bruno Mars og Red Hot Chili Peppers og síðan J-Lo og Shakira sjóið, þetta var svona flippa coin Já, dæmi. já. Síðan þetta Honorable Mention All American Halftime sjóið núna, Já, Kid Rock Já. það var reyndar, það var sjó Já. Loksins fekk ég my All-American Já, já. halftime show Held ég, veistu, Dóttarfútból kafar dýbra í boltan miklu dýbra Já, Sindri Jóns að henda gult á naflan Prins verður að vera á listanum Ríkala góð. Fyrir minn tíma var ekki 97 Prince Ríkala góð punktur. Cream Já. Get on down Já. Purple Rain. Akkurat, Rain. já, 2007 Ég viss að þú er þannig Það er ekki fyrir minn tíma. Shit, hvað ég spilaði oft með þér. Löngu útgáfuna. Held ég, við slum bara í úrslitaleikin sjálfan við komum dýbra hérna þess að ég með naflan og Hjálmar Já, er búin að skoða tölfræði Við erum búin að greina þetta allt. Herru, strákar orkan er pleika bensínið og það er líka derhóðan sem við með sem að þeir sjá í Á flott er það. mjög flott heyriði, það er komið að þessu vitum við ekki bara cirka liðin hjá báðum liðum Jú, ég held að þetta verði nákvæmlega bara eins og var í undanúrslitunum. Já. Það er einhver ástæða til að breyta ykkur? Nei. Nei, eina sem maður gæti séð var að Petri myndi detta inn fyrir Fabian Ruiz en Kemur Pól aftur inn? já, Ruiz de Rodrigo de Paul geti hann komið inn var ekki Romero eitthvað smá meiddur Jú, en er hann ekki alltaf eitthvað að segja hans í hálfu meiddur eitthvað? Jó. Hann er aldrei að sleppa úrslitaleik. Aldrei. Nei, það er engin middur í úrslitaleg Nei. Ég held að sjá nákvæmlega bara, það verður ekki mikið breytingar. Nei, Petri fyrir valla að koma inn Hugsanlega einn núna í maður. úrslitalegnum Þetta verður bara þannig að Laporte og Kubarsi verða þarna í miðvörunum Porro og Kukureya sem hafa verið frábærir í bakgröðunum Fabian Ruiz, Rodri og Olmo á miðjunni, vængirnir Baena og Jamal og Yesarabal frammi Já, svo eiga þeir náttúrulega alltaf Williams til að koma inn á fyrir Baena, þeir eiga Petri til að koma inn fyrir Ruiz þeir eru með auðvitað búin að vera með hann frábæran hann hérna frá Barcelona hann hérna Ferran Torres þannig að hann hefur verið að koma mjög feskur inn í þetta þannig að það verður gaman að sjá þetta mikla breytingar á Argentínuliðinu áður en Scaloni með frábæra skiptingar í leiknum haldið að eitthvað af þessu skiptingum af mönnunum sem kom inn á muni byrja leikinn á sunnudaginn Nei, ég held að hann byrja nákvæmlega eins og að byrja á móti Englendingum. Ég held að byrja bara með Simeone hann var frábær í þessum leik hann var rosalega æstur og svona aðeins yfirgýraður og verður einhver aðna í spænska landsliðinu til að slást við Argentínumennina eða þegar þú þarft í raun og veru sko sem englendingar hefði þurft á miðvikudaginn það þurft einhvern Paul Ince til að skalla einhvern eða kýla einhvern eða eitthvað að koma hann á óvart hvað englendingarnir voru rosalega soft í hérna Haldir Andersson hefði nú svo aðeins gripið til sinna ráða Já, hann tók reyndur og vakkaði hérna Messi fallega niður Já, en það var samt í einhverju svona klafsi bara það vantaði svona fautaskapi svo voru að byrja með Argentínumennir það var engi faut í enska liðinu og svo mætti þessi rauðþærði onni í Bellingham og fór að fagn hún í henni lókin Já, Brokka Gali líka að við sjáum sko minnbætti þegar sko, leikurinn er varla búinn þegar hann er æður á völlinu og fyrir að fagna þarna í grillaðan Þessi gaur er vist eitthvað svakalegt efni en hann fór til Brighton hann var ekkit úr honum eitthvað svoleiðis en hann ávist að verða helviti góður en þetta var svona að kjaftur á honum en gera þetta ekki eitthvað spila ekki hann er eitthvað djöfinni sagt hann tala náttúrulega spænsku Bellingham hann er alveg skilið hvað hann sagði lítill rauðarður einhvern veginn og svo allir konur í kringum hann að verja en sjáu hvað englendingarnir sko þeir sem hafa séð hvað englendingarnir eru miklu auðlar bara fara ekki og slást ekki við ég er að segja, þetta var bara vantaði bara alveg þvílíkt eitthvað fautaðan inn í enska lið hvernig hefur geta verið með fauta hann inni þú veist, ef bara burt sér frá einhverju taktík og bla bla bla, hver er fauti englendingur í dag? sem hefði bara, þú veist bara Maguire? Nei, Maguire er ekki að fara að slást við hann er ekki að fara að slást við neitt þú veist það var að Brandon Williams bakurinn Giði, hann hefur verið mættur í starfsmálana það er enginn þetta er alveg magnað, þetta skulle vera fauta laust lið þú veist, þú voru með Dennis Weiss hérna í gamla dag og alls konar svona kalla þú veist, það bara er alveg ótrúlega magnað
Þetta eru rosalega soft guttar hana í dag og þetta voru þeir bara raskeltir. Kannski Ivan Tóni. Já. Þú veist, hann kannski mesti fautin að þeim öllum handa. Túkel á að hendunum. Ég hefði hendunum. Ég hefði hendunum. Þetta ekkert að fara... Já, sorry. Já, fyrirgefðu. Ég ekki sammála því að hann eigi að bara láta hann fara þrátt fyrir að hann auðvitað gerir á bitan í sem leik. En ég meina, þú veist, Rekan bara, fá Eddie Howe inn. Já, Eddie Howe. Þetta var algjörlega ömulegt uppleggarna hjá honum í alla staði. Þetta var ótrúlegt að horfa á þetta. Ég trúði þess ekki að vera að gerast. Hvað var það? 50 eitthvað mínútu? Þú veist, við sem fylgdust með þér á Instagram, við fengum alltaf þess að matstegi Já. Þetta var ótrúlegt að fylgjast með því. Já, og eins og einmitt og kom einmitt inn á það þá að Englendingurinn ekki sáttur með Tuchel. Nei, hann bara þjóðverið að stjórna enska liðinu átti að vera þannig. Nei, hann er ekki að vera þannig. Nú, hver besti úrslitaleikur? Já, ok, það er svo sem alltaf erfitt að spyrja þessa spurningu eftir innan Frakklandsleik hérna mot Argentínu. En við sáum náttúrulega alltaf Vestu Þýskaland Argentínu 86 sem var náttúrulega stórkostlegu leikur. Það er náttúrulega bara partur af mínu DNA. Það er bara bestu úrslitaleikur í heimi. Þegar Búručeka skoraði þarna. Þetta verður aldrei enn tekið. Nei. Já, reynda var það síðan. Það var reynda tekið. Svo fengum við þessar hræðilegu úrslitaleiki 90 og 94, 98 úrslitaleikurum var svolítið litar á því að þó var ekki, eða þú veist, maður var náttúrulega með internet, en þú veist, það var að hringja inn internetið, þannig að maður var kannski ekki að blokka línuna, en maður vissi einhvern veginn að því að það væri eitthvað vissin á Ronaldo á þeim degi. 2002 leikurum, maður tók hann og bara einhvern veginn þunnur í náttfötunum. Feita svolítið út 2006 þá náttúrulega snappar Zidane. Materazzi. 2010 var þarna Nigel de Jong leikurinn þegar hann reyndi að drepa þarna, mann ekki hvort það var Xabi Alonso eða hvað. Og 1-0. 2014 þá mættu þjóðverðarnir og fóru í slagsmál við Argentínumenn. Muni gera Neuer var ekki Gonzalo Higuaín kýldi boltan og tók andlita á honum í leiðinni. Það er eina leiðin til að mæta þeim. Þá eru þeir litlir. Ef við mætti þessar Argentínumenn og unnu þennan leik Mario Götze skoraði sigur markið. Strákar, það væri náttúrulega, ég á að halda með Argentínu. Ég hef alltaf haldið eiginlega með Argentínu. Ég veit ekki á hverju fyrstskipti núna. Þetta er svona yfirgengilegi stælar í þessu liði. Ég eiginlega get ekki haldið með. Heldur með í úrslitaleikum, það meina það. Ég ætti auðvitað alltaf að halda með þeim. Já, verðum við ekki að gera það. Heldur með Argentínu? Já, mér finnst ég halda með Argentínu móti Spáni. Mér finnst það algjör að svona pissetúkur hérna á Spáni. Fótboltinn, fær hann ekki að sigra? Ég vil bara fá einmitt þennan mannskap til að vinna þetta. Ég vil fá aftur, við erum komin aftur í þetta. Hörkuna. Þannig að ég elska Argentínu og ég er náttúrulega, ég held með Englandi, þetta voru ömurlegt að horfa á þetta, en svo eftir á það var þetta fínt að fá Argentínu Spán, ég skal viðurkenna það. Eftir á higgja, hefði ekki besti úrslitaleikur verið Argentína-Paraguay? Jú, bara alveg shit hása. Það er stórkost. Bara farið fram í einhverjum hring. Hjálmar aðeins sem hann dómara sem er hérna hann Slavko Vincic. Þú varst með einhverja smá pælingar hann. Já, ég hef bara hrifin að ég skildi hafa fengið þetta stóra verkefni, 46 ára gamall, geggjaður. Þú heillaðist á honum í Jordan Algeríu. Já, þar greipa mig. Ég fór nú að tala um það þá, en það var ekki margir sem hlustu. Nei. Og svo er hann að vera dæmdi þarna í manrétt Mjúra móti Selja. Ég held að það verið... Í deildinni í Slóveníu? Já, sem var leikur fór 0-2. Og dæmdi hann vel. Og þar fór hann að svona vekja athygli fyrst. En þetta er geggjað. Hann var að dæma öllu gríni sleftu Bayern Real Madrid. Þetta er fýtt dómari. Sína fortíð. Já, þetta er frábært dómari. Engar ágjörð þessu. Er menn eitthvað áhyggjur af þessu? Nei. Engar áhyggjur af honum. Ég myndi fara bara strax í kortin. Þetta er bara leið og Paredes brýtur á sér, þá myndi ég mæta. Það kæmur ekki orð, þetta er þið svolítið þannig núna. Þetta er búið að vera lág, ég veit ekki hvort það sé tölfræðin eða hvort maður sé tilfinningin. Þetta er búið að lág spjaldakeppni. Gæti fengið spjöldin hérna upp. Þetta er alveg þannig leikur. Já, ekki hleypa. Nei, hann ennir ekki ykkur kjaftaði. Fæ ég spá frá okkur fyrir úrslitaleikin? Já, Spáverjarnir vinna þetta 2-0. Kommersial. Ég segi Frakkland. Nei, hérna Argentína vinnur þetta. Í framlengingu, enn og aftur. Já. Ég er bara, þessi leiku verður, allir þessi leikir hefðu orðið geggjaðir. Þeir eru alveg sammála því. Alveg saman hvernig við raða þessu fjórum upp. Allir þessi leikir hefðu orðið geggjaðir. En þetta er ekkit verra en eitthvað annað. Þetta er bara frábært. Og fá þannig að leika sundagskvöldi. DJ Face á græjunum. DJ Face á græjunum og
Búi Keilöllinni, DJ Face, Ég sé Grafoin, Búsæ, þú tekur miðbæn. Karlsberg, ískaldur, eldgamli Karlsberg. Já. Mikilvægastu kaupin heima hjá þér eru sjónvarpið því að þarna eyðuru eða verðu 500 klukkutímum á ári í að horfa á fótbolta. Ákveður ekki að vera með almennilegt tæki, ákveður ekki að gleðja konu og kaupa frame sjónvarpanda henni, þannig að hún getur verið með fallega myndir. Ég er að fá stanslaust sent núna af Dr. Fútbol leikmönnum þar sem er að setja mynda mér í fremið. Ég er gaman að því, ég segi takk. Freimtækin eru falleg. Já. Þetta er fallegir tæki, þau fást í Ormsson og frakkar mæta englendingum í Miami og eins og ég segi Já, þú ert voðalega eitthvað hlindur þessu frakka. Nei, ég hef ekkert verið hlindur, ég bara veit alveg hvernig motivation virkar hjá maður minn. Já, ég held að það sé samt ekki svona, þetta er atvinnum minn í fótbolta, menn það sem eitt sem gerist, einlendingar munur rótera rosalega. Þannig að það verða leikmennan inni sem er alveg til í að taka bronsið og spila hann leik. Það verður alveg, ég hugsa að verður ekki Ræs kvildur bara, en ekki búin að vera hálf meittur eitthvað og veikur og alls konar vesen. Þannig að það koma menn hann inn og þetta verður, ég held að það verður miklu skemmtilega leikur heldur en... Já, þetta er ofta skemmtilega leikur því að menn hafa litla að tapa en Mbappé verður að skora og frakkandir er ekki fara að tapa síðasta leik til Didier Deschamps. Man hefði haldið að þeir hefði ekki tapað undanúrslitaleiknum heldur fyrir Didier Deschamps en þeir gera það nú. Þannig að þeir geta alveg tapað þessu. Nei, ég er alveg sammála því að frakkandir sé að fara að taka hennar leik og rúlla yfir hann. Það er bara einhvern veginn... En svo eru englendingar líka þannig þjóð, þannig að eitt í þessum alveg er góð punktur, að þeir eru ekki þjóð sem gleðst yfir því að hafa lent í þriðasetti. Þeir eru ekki að fá okkur fagnaðalæti fyrir að hafa lent í þriðasetti. Þeim er skít saman það. Þannig að það er líka svolítið, en frakkan aftur á móti síðasti leikur og þeirra, og þetta eru frakkar, þeir eru alltaf Viva le France og allt svona. Það er eins og það er hérna Louis van Gaal vann bronsið fyrir Hollendinga. Þá sagði hann, this is the first time we have ended a World Cup on a positive note. Það er eina skipti sem að þeir hafa kvart mótið með sigri og þá var ég bara, heyrðu, hann fann alltaf eitthvað. Þetta er alltaf snill. Þessi maður er alveg ótrú. Líkur höfðingi. Já, svo er þetta hann að spurninga mitt frá chatinu að Bucci, Romero og Enzo afturgengt í ensku deildin. Það er alltaf svo. Sko, við vitum það að FIFA eru hræddir við Argentínu. Við höfum séð á dómgæslunum og öllu að þeir muni ekki gera neitt og mættu hennar að borða hann inn á völlin með Falklandseyjar. Nei. Auðvitað, öll önnur lið, það hefur verið leikbönn, ef að enskir leikbönn hefði sett og mætt með eitthvað statement, þeir var allir í játnum núna. Já. Það var ekki víst hvort þau myndu spila úrslitaleikin. Það verður ekkert gert við þá. Það hefur eitthvað að tala um að það verður settur eitthvað svona sekt en að sjálfsögðu eina sem leikmenn skilja eru leikbönn. Já. Sekt og með stíghækkandi hérna 50.000 króna sekt. Já. Nei, þetta verður frábært. Já, þriðja sætið, Frakkland, England. Hvernig, sko, sjáum við bara England spila með Trafford í markinu. Já, það kemur ekki vort. Kobi Manu á miðjunni. Kobi Manu, já, kemur inn. Það verður eitthvað svona. 3-2 England. 3-2 England? Já, það er eitthvað svoleiðis. Ég segi 3-1 Frakkland. Já, við erum algjörlega undur með þetta. Já, ég held að þetta verði 4-2 Frakkland. Ég held að það fara einhverja marka geði ekki. Já, sko, Mbappé mun ekki fara að velli fyrir hann er búin að skora allavega 2. Já, en það er að segja, á Epic stuðl 6 á Mbappé 2 mörka meira. Já, wow. Já. Love that. Naflinn hefur séð allt áður. Já, við þetta er einmitt svona. Já, við slumum halda áfram Dr. Fútból auðvitað með vinnum sínum í múrbúðinni og það er allt fyrir sumarið. Já, hvort sem eru hjólburur, sláttuvél, málning, það fæst allt í múrbúðinni og hver átt að segja því. Herri, ég ætla að setja hérna kveðjur á handboltamannin Benedikt Gunnar Óskarsson sem að elsku kallinn. Sem minnir mann á það að bara, það getur allt bara einhvern veginn tæmst á núleitin. Þetta er ótrúlegt. Hann fær golfbolta í hausinn, þetta er auðvitað einn af okkar öflugustu handboltamönnum. Hvað er hann gamall? Hann er miklu eldri í það. Hann er fædd 2001 eða 2. Sé, er rétt hjá mér. Hann er náttúrulega búin í Noregsmeistari og komin í Holstebrú hjá Arnóri Atla. Þetta er rosat, hann er að spila golf og það er slegið í hausinn á hann. Það fær bolta í hausinn. Missir máttin í hægri hendina. Það er ótrúlegt.
var að byrja að geta hreyft puttar og nú þetta var frábær frétt á sín, vísi Já. og bestu kvöður, þetta er agalegt. þetta er hrikalegt. Þetta er líka einspikil óöfni og bara mögulegt er. En hvernig er það, ef maður fær golfbolta í hausinn, getur maður ekki lögsótt hans sem slær mann? Ég bara þekki það ekki. Þetta er svoleiðis, þú fær bara til slísa fyrir Já, en þannig er væntanlega sem að vörður hérna golftryggingarnar kom inn eða eitthvað. Þetta halda það. Þetta er áhugavert. Sko, minnir þetta okkur eitt að spila með dyrhúðu. Það mingi ekki eitthvað aðeins höggið. Já. Ert þú líklegur til að vera með hjálm? Nei, ég meina, maður er ólíklegur til að spila með hjálm. Já. En ég meina, ef það eru komni svona trúðar á vellina sem er að slá á fólk. Var þetta einhvern veginn útskýrt hvað gerðist? Var þetta einhvern félagar hans eða eitthvað svona? Hann var bara með vinni sínum á 17. hólu eitthvað þarna og það er einhver bara sem missir boltan óvart slæsar hann í höfuð á honum. Það er aldrei óvarlega farið. Það er búið að beðast afsökunar og allt það sko. Það er það bara nóg, sorry. Nei, ég veit ekki hvað ég get Sorry misteri. Ég veit ekki hvað ég get gert annað. Þetta var ótrúlegt. En já, þannig eru þeir. Þetta er hrikalegt. Vonandi bara að hann fái máttinn í hægri hendina. Maður var einhvern veginn nýbúin að jafna sig á þessari frétt. Þá var bara, og ég sagði, nú hlýtur að vera British Open. Nei, hvað heldur að Vóki-Póki vísir hafi gert? Þeir hendi einhverja frétt kolefnisspor Gianni Infantino. Það var alveg leiðilegast að þryggja fjórum sko vísir svo mikið rusl að ég var bara shit bara hver er að pæla í kolefnisspori var það ekki eitthvað 2017? Ég sá þetta á TikToki það var alveg ótrúlegt maður var gott að geta svæpa bara neðar bara næsta einhver díteiluð frétt hvað hann var búin að fljúa mikið ég klappaði bara heima hos Mólarbrún og Dullur krakkarnir svona grenniðu kolefnisspori þau eru öllunni fóreldra í dag keirandum og skóta Octavia já þetta var ótrúlegt eða tímanum við þessa vitlis. Já, ég held ég fengi svona recap af opna breska eða einhverjum fjöldunum Argentínu, England eða eitthvað. Nei, ég fekk kolefnisspor hjá King Gianni Infantino. Það verðum upplýstir. Já, en Benedikt Gunnar er jákvæður og hann er bjartsýnn og sendur kveður á hann. Já. Það má hafa gaman að þessu. Já, það er ekkert í þessu lífi sem nú er ég komin á seinni hálfleik í þessu lífi og það er ekkert sem ég minni ágjur af. Kolefnisspor. Ég er í fyrri hálfleik og ég hef ekkert ágjur af þessu heldur. Nei. Ég held nú, já. Ég hef nú komið langt inn í seinni. Þetta er ekki að það hvarlaða mér. Þú ert í fjórðarleikluta. Já, svolítið þannig. En þú getur tekið róðinn að Kim er að taka þetta föstu tökum. Svona flokkun og heldur betur mjög föstum tökum. Mjög duglegir í því. Já, þannig að líka gaman þegar maður kemur eins og ég fótti möldu einhvern tímann, það var rusl bara út allt þegar þú var að tróða rusli inn á milli veggja sko. það var enginn að spá inn í flokkunin eitthvað, svo var maður sjálfur einhvern veginn alveg bera út heilu pókana hérna sikkvara. Ég held að hvorki þú né Malta séu vandamáli. Vandamáli er ekki þú og Malta. Ekki öll vitleysan eins. Já, kannski að þetta sé líka eitthvað leksía að hætta bara í gólfi og leyfa gamlingjónum að vera í gólfi. Já. Allt og mikið af fólki meðan það á að vera að vinna að spila gólf og við þurfum að koma öllu á flegiferð aftur í Íslandi. Hættið að spila og leyfið gamla fólkinu að leika sér. Hjálmari og félugum. Já, þið eigið að vera út á velli. Ég hefði haldið það. Einhvern tíma kemur nokkar tíma þess að geta fengið smá breyk. Nei, þá var Gunnar Birgis og félaga mættir. Á miðjum degi. Miðjum vinnudegi. Já, ótrúlegt. Já, við ætlum að kíkja á bestu deildina með kjarnanfæði. Já. Kannski áður við förum í það, þá voru þetta frábæra úrslit hjá Stjörnunni í gær sem að gerðu jafntefli við Víking á Götu 2-2. Flottuleikur, ég horfði á hann. Þeir lentu hvað, 2-0 undir? Lentu 2-0 undir. Þá kom hann að kapli. Já. Það sem þeir skoruðu bara 2 mörk þetta var 5 mínútur. Þetta var fyndið að fylgjast með þessu. Það var einhvern veginn ekkert í gangi í þessum leik. Svo bara fljótt skipast veður í lofti. Skjótt skipast veður í lofti. Og Víkingur Götu allt er búin að jafna innvíð. En sko, þú veist, as it stands, þá 2-0 yfir. Já, rétt áður en það gerist, þá var ég bara samt, þeir eru bara hálfum hraða Stjörnumenn. Þeir voru bara á skokkinu. Já. Það var ótrúlega að fylgjast með því. Svo bara keyrðu sig í gang og unnið þetta, eða gerðu jafntefli og fór áfram. Já. Þannig að þetta var engin fyrirstaða fyrir þá, engin. Þetta leit illa út þarna, 2-0 undir og allt á leiðin til fjandars. Þá voru það Birnir og Guðmundur Baldvin sem að
skoruðu mörk Stjörnunar. Já. Það er fínt að fá Stjörnuna áfram, við þurfum allt svona. Já. Og svo Víkingarnir maður, vá. Já. Já, þeir eru náttúrulega, það var fyrir vikunni. Já. Það var auðvitað Vestri sem að töpuðu 3-0 fyrir Karbak. Já. Hérna, kannski aðeins það, aftur að Stjörnunni, Hjálmar. Já. Ari Leifs á leiðinni í Stjörnuna. Já. Og frábært. þú ert náttúrulega fylkismaður og hvernig var aftur lagið sem þið sunguðum hann? Ari, mörkin koma þó þú býðir. Ari, mörkin koma þó þú býðir. Já, þetta var einmitt lagið sem að þið sunguðu alltaf í Árbænum Ara Leifs. Er það að sé að fá mörk á sig? Hverju eiga Karbækur? Bara ef þú svona gefið þeim kannski... Já, bara geggjaður leikmaður. Þetta er bara frábært fyrir Stjörnuna. Hvernig er hann 1-1? Hann er ekki svo grann sjaka, en eðlilega ekki, því hann er heimsmæli, hvað er það í því? En Ari Leifs, þetta er frábærkupp, geggjað að fá hann. Og líka, ég held hann yrði bara lengur hann úti. Ég verið að segja alveg sér. En já, menn er að fá vel borgað hana heima og það er gott. Já, hann er mættur heim. En þeir voru ekki með neitt miðvörð á bekknum heldur Stjarnan í þessu leikamóti Færeyingun. Þannig að þetta er bara... Þú spottaði það bara svona? Já, ég bara, þú veist. Já. Ég hef búin að lesa það. Þetta er... Flott vídeo líka. Já. Þeir kipta hann inn. Alveg gluggi sem Stjarnan er að byrja á hérna. Með Árna og Ara. Já. Ég minni áhyggjur á Stjörnunni núna en ég hafði. Já, það eru miklar áhyggjur. Ég var að byrja að hafa miklar áhyggjur. Já. En gott að fara í deildina. Mjög gott. Já. Og svona þeir sem vilja kannski vita meira hvað hann kemur með að borðinu, þeir geta fylgst með þér á Instagraminu og svona þú færðir þetta. Já. Og Stjarnan er að mæta hvað? Finnska liðinu? Já. Ylves. Sem ég held að sé ekkit sérstaklega með þess að í dag. Þannig að ég held að það verði bara frábært verkefni fyrir Stjörnuna. Já. Ágætt að hafa verið minni áhugjur á Stjörnuna en þú hafðir. Já, ég var alveg komin á þann stað. Maður byrja að hringja nokkuð símtöl. Kíkja á umferðina sem er framundan. Besti bitinn er frá Samherja. Já, það er ekkert eins gott eins og góður fiskur. Og naflinn borða vel að fiski því hann er að vinna á leikskóla. Já, það er óvægt að segja það. En ég skal viðurkenna það að ég hef verulegar áhyggjur af fiskneyslu Hjálmarsins. Ha? Já. Ég var með þér í Ameríku. Já. Og ég sá það aldrei fóðu fisk. Nei, málið er, ég meina reglu, ég borða ekki fisk erlendis. Það er Þú ömurleg þolir regla. þetta ekki, já, en ég vil bara borða íslenska fisk. Þannig ég borða bara fisk heima. Ég borða mikið á hann. Manstu hvað var í matinn hjá okkur færiskur lax? Við kvörtum nú yfir því. Á færiskur lax, svo lendum við líka á norskur lax. Það var eitthvað allt annað en íslenskt. Já. Það fauk í gamla. Hvernig fékkstu þið síðast fisk, Hjálmar? Bara í vikunni. Það er bara þannig. Ég borða allt fisk á eins og ofta ég mögulega get. Já. Ég fyrir út að borða á Ísland og borða fisk. Það eru margir sem gera það ekki. Ég gera það. Það er þessi leikur, Hjálmar, sem að þú varst að tala um í gær. Þór Víkingur. Já. Ég hringdi í gær út af þessu leik. Já. Hver er staðan á Aron Einara? Þegar nú veit ég að þið svona Já, við erum reyndar ég og maður getur sambandi. Skal að viðurkenna það. Hver er staðan? Hvað meinar, hver er staðan? Er hann að koma í Þór? Já, hann kemur í Þór. Ég held að það sé alveg klart. Ég er svo mikið spurt hann reyndi úti en ég held að það sé alveg klart að hann sé að koma í Þór. Já. Frábært fyrir það að fá Aron Einar. Já. Ég held að sé ekki 100%. Heldur ekki? Nei. Ég held að komi. Ég held að taki alveg svo síðast nokkra leiki og svo fer hann aftur. Já. Þannig að við fáum hann í eitthvað smá tíma hérna sem er að geggjað. Já, ég hugsa það nú að Aron sé bara leiðinu og það sé bara að klára það. En þeir þurfa nú tölvöld meiri það, Þórsararnir, að halda sér uppi. Þeir eru líka að hugsa að bæta eitthvað meira við sig. Já. Ertu með eitthvað nöfn á blaði? Nei, ekki nöfn en maður hefur heyrt það að þeir eru ekki spá í strækir. Jú, miðvörður líka. Ég held að þeir sé að hugsa Aron á miðvuna. Og vilja miðvörð. Hann getur spila hvað sem er. Þessi laugardagur verður frábær. Þú getur sest með Lays snakkið, Pepsi Maxi og Carlsbergin og allan pakkan. Klukkan 4, hort á Þórakureyri á móti Víking. Svo klukkan 7 er það Valur Fram. Reykjavíkurslagur af Dýrarigerði. Sko, valsmenn, geta þeir náða að stoppa blæðinguna? Þetta verður drikkileikur. Þeir eru þetta á heimaðalli valsararnir og eins og það hlýtur að styttast í sigurinn hjá þeim. Og meðan framararnir eru búin að vera góðir og ég held að framararnir taki þetta. Bara vinni þetta Rúnar Kristis mættir og sækir stigin þrjú. 2-1. Já, þeir eru ekki trú á Brazil.
Það er bara allt í eins og allt í rugli allir hjá Val og bara ímræðan neikvæð á Hlíðarenda. Menn elskar nú samt að vera að gera grína á hún kallgreiðin einhvern veginn þannig að vera einhverjur caretaker mann sér á þessu valslið en þetta var allt í lagi leikur um að FH, þetta var allt í lagi töpuðu þessu leik en þetta var fínt. Já, ég meina Jökull Jökull hélt FH þetta inn í þeim leik. Já, hvert færi á fætur öðru sem við fenguð þarna, það var ekki að klára þetta, prófum. Hjálmar, þú ert jákvæður, þeir voru að tapa fyrir liðin sem að unni eitt leik. Já, þetta bara svo típist einhvern veginn að vera að taka brassel einhvern veginn, einhver ensku þjálfari sem kemur inn og hann ekki beint með, við skulum viðurkenna það, hann ekki með svona óra yfir sér, hangandi yfir sér alveg sko og þá að fara að taka hann einhvern veginn að lífi en ég segi bara þeir vinna þannig leik Valsmenn og ég spáði reyndar að Skagamenn myndu vinna Káa og klikkaði þar ég ætla að segja að þeir voru konir í 2-0 voru eiginlega að vinna þetta og varst óopnið þar það er óopnið þannig ég ætla að kalla þetta Valur vinnur fram á meðan Hallgrímur Mar skoraði og Seðlun okkar Hjörvars frægi Seðlun frægi það var rosalegt það verður bara líka að gefa ykkur það því megin fá hrós þegar vel gengur það eru á Bullseye þegar DJ Face er að spila það var að láta IBF Káa rúlla klukkan 2 á sunnudaginn og svo klukkan 4 Káir Stjarnan já, geðvikt Ertu að spila undir þá leiknum eða verður þessi leiki verður bara í gangi en tónlisti mín verður undir já, hún er undir og mögulega í einhvers konar takt við það sem er gerast í leikjunum já og tilbúið með fullt af lögum já verður með eitthvað svona að þið skora eitthvað svona gólhorn, eitthvað svona hokkítum nei ekki fíblalæti þetta voru geggjaða lögadar frábær lögadar og sunnudagar er alveg eins þannig ég var að segja naflan í bílum á hann að þetta það verið að tjúna okkur svolítið niður núna hámið að klárast var svolítið í enska en það er svo mikið framvindan einhvern veginn þó að besta sé ekki að beint spennandi þá er samt alveg Evrópi bara það er undanúrslit í bikar það lengjudeildin, það er alveg er ekki lengjudeildin svolítið að stela þrömmunni? Að stela þrömmunni? Það er alveg rétt og allavega Sækart Hjálmar er bestdeildin ekki nú spennandi þannig og lengjudeildin svolítið að taka fyrir sig það var frábært, mikið spennað hann á toppi og jú, Fylkir geti actually farið beint upp og orðið bikarmeistari það er ekki leiðilegt sísón í Árbænum Einn leikur í einu, það er ekki Eitt mark í einu, já En afturölding, þeir eru þetta Magnús Már var að kalla eftir öllum úr Mosó fjölminn á leikinn þannig að þetta verður alveg slagur Afturölding Fylkir að það sé leikur í undanúrslitum 2026 Afturölding var ekki með liði þegar ég var krakki það var ekkert að gerast í Afturölding Þetta eru ótrúlega tímar sem við lifum þetta er algjörlega maður bara hugsaður þetta ekki oft þetta er ótrúlega tímar sem við erum að lifa það eru þetta verður allavega Káir á Stjarnan og það er alltaf fjör þegar að Káir spila svo 2 leikir á mánudag kannski aðeins í lengjudeildina völlararnir á mærudöfum Já, það er önnur skepna Völlararnir á mærudöfum Sko, eru þið hefur úr sagði ekkert verið á mærudöfum? Nei, þeim var aldrei bókað okkur veistu hvað, ég myndi alltaf þið eru alltaf of commercial fyrir þau Nei, býttu þessi leikur, það er ekki mærudagur nú sorry, það er lengra í þetta Ok Þannig að það er ennþá möguleiki að bóka okkur það er ennþá möguleiki Já, það getur alveg rétt hjá þér þeir vilja svona jaðarlustamenn þetta er yfirleitt dagskrána mærudöfum er yfirleitt umuleg það er yfirleitt og bara svona maður hugsa maður sjá hana núna er allan að kalla hverju hreimur segir mér allan að þeir séu þetta bæjar og fjölskylduhátíð tæki helgina frá sko, fyrsta sem ég sé að það er ekki mynd af Auðunu Blöndal þá einhvern veginn minkar spenna mín fyrir þessu það er golfmót strandblagsmót Bylgjulistin, verður hún ekkert annað? Nei það verður silent disco farið meira, þá sér maður á dagskrá nei, neðar afsikið þetta hlustendur þarna meira aðeins ofarstrákar hafa meira þar hérna meira Sko, er það silent disco? Það er skemmtilegt þannig að þetta verður miklu betri en ég held Allir með heyrnartólin og Þetta er svona krakkahátti Björni Sprunabang sem mætir Já, hann verður á svæðinu Það er engin stórar hljómsveitir eða eitthvað svona Já, Rocky Horror Það eru Tinna Ok Þeir eru Big Band Eithors Bríett Heyrðu, býttu Þeir eru að pakka Heyrðu, býttu aðeins Þetta er algjörlega nýtt Aron Kahn og Bríett bæði Er þetta örugglega ár?
Þetta er í ár. Wow. Sjáu þetta hérna. Þetta er bara, maður þarf að skoða hvort að maður Þetta er, Hjörvar, þeir eru búin að skrúa upp. við erum að fara á Mærudag. Já, ég er bara, we're going. Aron Chan á Mærudagum. Fyrir ekki bara húsbiliðinu? Doc Lestin, hún fyrir að mæra þetta. Wow. Þetta er alveg. Bríett mikill áhuga maður fótboltabúninga. Já. Þannig að Völsungar ætti að vera klári með svona búningi frá 88. Hummel búningin maður stettur á. Það er enda að vera rosa. Sem að græna útgáfan af danska landsbúninum. Já, þetta er flott hjá þeim. Þeir eru búin að skrúa upp í þessu Mærudag. Já, rosalega pósterar og þetta er rosalega. Já, mann er farin að hlakka til. Ég get alveg viðurkennt það. Mæridagur. Vá. Já, þetta er annað. Ég var oft skoða að fara þetta og svona hugsaði, nei, látum þetta bíða. Þeir eru búin að pakka í bílinn og síðan, nei. Wow. Þetta er geggjað. Já, sem kíkja aðeins á enska boltan. Já, kíkjum á enska boltan. Löður með Dóttorfútból. Saman þrýfum við heiminn. Saman búum við til betri heim á hreinni bíl. Erum við að skoða hvað er að gerast í enska boltanum? Já. Hvað er þarna með Laporte? Má ég sjá aðeins hérna. Hann er ekki á leiðin til Barcelona eins og hafði komið einhverstað fram. Bilbao líka, voru eitthvað að spá í honum. Nú, kapplaupið Jet Spence heldur áfram. Inter Milan er núna búin að eru mættir þangað. Eðla, bara besti bakkur bara á HM núna. Við erum að reyna að semja bæði við Jet Spence og Romero. Já. Nú, sögðum frá því hérna áður en þátturinn hófst að Szoboszlai var búin að gera nýjan díl við Liverpool. 5 ára samningur. 5 ára samningur. Naflinn hafði ágjör að launakostnaði. Já, maður velti þessu bara fyrir sér. Hvort það sé búið að spenna bóa nú mikið. Það hefur ágjör af því. Bergvall, Nottingham Forest. Það getur gerst. Bergvall til Nottingham Forest. Skrítið að vera búin að eiga þannig glugga eins og Tottenham. Maður er ekki ágjör af því að Romero fari, maður er ekki ágjör af því að Spence fari, maður er ekki ágjör af því að Bergvall fari. Eins og glugginn er búin að vera það góður. Hugsið ykkur að vera bara svona forréttast. Á ekki að hugsa út í breiddina. Jú. Þeir þurfa ekki að breyta, þeir ekki inn í Evrópu. Við erum bara eins og United síðasta tímil. Vika á milli leikja. Frétt sem er að bíða eftir að kæmi, hún er mætt í hús. Bournemouth, Liverpool eru farnir að þefa af Bournemouth vegna Ryan. Já. En það hljóta bara öllu að vera spá í honum. Já. Tottenham var náttúrulega fyrst að kroppi hann. Sko, hann er 19 ára. Já. Er það ekki rétt fyrir mér? 19 eða 20 ára. Jú. Og það er, það heit ekki. Hvað segið þið það, Ryan í Liverpool? Ég held að þetta er bara frábær félagskeitt fyrir Liverpool. Ég sá mann í Bormann, stór, stæðilur, kantari. Ég held að hann geti slegið í gegn í betra liði. Ég held að það væri frábær kaupir þá. Reyndar, já. Andrea Berta, sportarétturinn hjá Arsenal, hann virðist vera að elda í róleiturum. Já. Komin Solis, hann er heldur komin yfir línuna. Hvað ætlar að borga samt fyrir Morgan Rodgers? Hvað er að fara í 120, 130? Ég er ekki, hvað er þú að ágjöra 4 milljón mennir í lífi? Ég er samt að segja, hvað er að fara að borga fyrir þetta? Já, eitthvað kostar þetta. Eitthvað kostar þetta, þetta verður eitthvað þvæla. En svo reyndar getur þið hendi einhverjum. Hefur ágjör á glugganum hjá Arsenal? Já, sjálfsögðu, grínast. Ég held að hann er miklu grimmari. Ég held að vera konum með einhvern Gríkja úr belgísku deildinni þessi þarna Solis. Ég taka Rodgers, jú, Saliba, meiddur. Hvað lengi? Nú talum við fram í hvað, nóvember jafnvel. Já. Það er stórt. Já, þessi eftirköst á Budapest, þau hafa svona aðeins, hvað maður segja, þau eru aðeins fölnað yfir. Já, Ræs endalaust meiddur eitthvað á vesen og Timber náttúrulega, voru ekki með hollenska liðinu. Þetta er fljótt að breytast í boltanum eins og þú segir stundum. Já, ég segi þetta stundum. Já, við sjáum alltaf þá Arsenal ekki vera að fara okkur fljúandi start inn í Nei, þetta verður allt öðru sísón. Með þetta. Svo er líka búin að taka á þessu núna með hotspitun og allt þetta verður allt öðru tímabil. Í miður. Herðu, Báen, hann verður bara áfram með vestan. Já. Er það ekki bara rétt að múi líka fyrir hann? Fara bara beint upp og hæra heti hann. Ég er hvað sem er ekkert að fara að gera eitthvað meira en þetta. Hefur ágjur okkur fleiri liðum en Arsenal?
Af því að þú þungar á ekki, veit ég Arsenal. Ég hef þungar ágjur á Arsenal. Ég hef ágjur á Manchester United. Já, því með ómarga lænbreykara. Nei, ég bara, jæja, Tielemans, hvað er þetta, 2 ár sinni þið fá út úr honum, mestalagi? Hann er 29 ára. Og svo Santos, sem gerði akkurat ekki. Linebreykerinn. Gerði ekki neitt. Ert þú ekki hrifin á svona linebreaking sem það sem að vera að finna milli línuna? Nei, okay. Þetta er eitthvað nýtt hjá ykkur krökkunum. Það er ekki fyrir... Gamli skólinn er ekki hrifin á linebreykurum. En þetta er alveg áhugavert. Og ég sagði nú bara í gríni hérna í grúpu sem við erum í. Ég heit nú svipu Kaupis og Tottenham hefði átt með Daniel Lífi við stjórnurinn. Það er Tielemans og Santos. Já, en Tielemans er proven. Já, hann er proven, en hann er 29 ára. Hvað er það? Og hvað með það? Hvað er það? Þetta hafa huga því allan. Já, sjáum bara hvernig tíðanbölu verður. Sko, þegar við vorum í Miami, þá svona varst að vakna snemma og hafðir áhyggjur á City-liðinu. Já, ég hafði áhyggjur á þeim. Það var oft óþægild að sofa út af því. Hvað? Ertu að sjá eins og maður er skar á við þetta? Nei, taka við að Pep, það er bara nánast erfiðar en að taka við Alex Ferguson. Nánast, ekki jafn erfitt. Þetta verður alvöru ströggl. Ég held þetta verður ekki gaman. Og þetta, þú veist. En áhyggjur þínar í Rála og Liverpool, það er eitthvað minkað? Já, kannski eitthvað aðeins núna eða að taka hann Ryan, en ég get alveg sagt þér að ég hef ágjör af því líka, ég skal alveg viðurkenna það. Það er eitt lið sem ég hef ekki ágjör af í augnablikinu og það er Tottenham Hotspur og það er bara glugginn búin að staðfesta að það er ágjör, það er ekki ágjör. Mér finnst líka gott hérna, Aston Villa, taka okkar mann fantasy spilaran hérna Estupiñán, geðugt. Að við þetta með Olise og Real Madrid. Já. Olise bara reyna að berja þetta í gegn sjálfur. Já. Skilur það bara vel. Bara hérna til Real. Já, eðlilega. Já. En svo fannst mér að bara slappur í síðustu 2 leikjum. Auðvitað er alls konar þreyttur og blablabla. En hann var ekkit rosalur. Nei, þetta verður, eins og ég segi, það verður gaman að sjá hvað gerist. Ég er ekki að segja hans í lélugur, ég er bara að segja að hann var ekkit rosalur í síðustu 2 leikjum. Nú fer glugginn að lifna. Nú fer bara glugginn að lifna, heldur betur. Og það er Mattias Tel hugsanlega að fara til Tyrklands. Já, það er alltaf gerast. Og Tottenham eftir að bæta þessu. Ég veit kannski á föstudögum með einhverju dag að vera með svona lið sem þú hefur ágjör af. Við getum gert það. Og svona ranka hversu miklar ágjör. Það er alveg gott líka að tala þetta. Þess að það fær maður minni ágjör. Já. Það er oft gott að tala hlutina. Nú, það er eitthvað að tala að mannstjóðan getur verið að aftur Sander Berge sem hann náttúrulega átti frábæra. Þú ert hrifinn á honum. Já. Þú varst reynda mann tala líka Mattias Fernandes. Já, ég er hrifinn á honum. Þú varst hrifinn á honum sem Tottenham tók. Þannig að ég var ánægður að sjá það. En United borgaði þetta jafn mikið fyrir Tielemans og Andrei Santos og Tottenham borgaði fyrir Fernandes. Já, þú borgar eitthvað fyrir eitthvað og ekkert fyrir ekkert. Það er bara þannig. Já. Þetta sögðu oft í bílabransanum. Í bílabransanum, já. Það er bara svolítið. Ég er þetta með vöru sem búið að sanna sig. Já, skilið. Nei, en hann að geta keypt í nútíma klæmenti linebreaker. Já. Það verður gaman að fylgjast með þessi Dogsón í vetur, linebreakinu. Það verður það. Verður ekki ykkur, við verðum í Tottenham World Counter 142 segir frendi, Drewster. Wow. Já, þetta verður þannig. Og að skoða vinnera og lúsera vikunar. Já. Og að kíkja Við erum konið þangað. Er það ekki? Erum við ekki bara konið þangað? Við erum bara komnið þangað. Það er svolítið mikið í gangi að þeim hann. Heyri, DJ Face er byrjaður. Wow. Það er mörg lög í gangi. Það eru svona líka lög sem maður er búin að gleyma. Ég elskar DJ að þeir komið það. Það var undirbúið setlistan. Já. Förum í vinnera og lúsera. Gerum það með verði. Nú er allra að keppa í reglum í golfi. Svo minn ég auðvitað golftrygginguna. Heyri, vinnarar eftir þessa viku. Það eru auðvitað Scaloni, Messi og hvað, ég vil ekki segja bara Pedro Porro. Já. Já. Það er að taka allur þessum liðum sjálfsög. Og það bara lúser bara Thomas Tuchel. Já, hann er lúser. Algjör lúser. Þetta heimsmeistaramót hefur gengið býsna vel. Ég held við verðum bara stórkostlegt. Bara Gianni Infantino. Já, vinner. Já, hann er vinner. Hann hefur gert alveg frábært og líka hann er með þetta 2014 blöðlúk, jakkaföt og hvítir strigaskur. Já, hann er búin að mastera það. Pældi því maður, það er ennþá bara þetta vissi blöð. Já, hann var ekki nema 12 árum undan Gianni Infantino með þetta lúk. Þetta er líka sér gamla myndir af blöð
Þá ertu ekkert eitthvað vokan hallaslega klæddur. Nei, hann er alltaf Alltaf lótur. blótt. Nú, Gunni Birgis, vinnar. lýsir úrstæðleikum Já, á já. HM og er að gera frábæra hluti núna í Svíþjóð, veit ég. Vá. Það fer gott orð að hann starfi þar. Þar sem að hann er að þjálfa ungu iðgönnar og mætir þeim með fagmennsku kærleik. Nú sá sem að seldi þessa Pele-treyju frá 1958 á $5 milljónum, hann hlýtur að vinna því að þetta er ábyggilega ekkit svo treyja. Já, það verður það. Það er frábært. Já. Það er, ég held sér alveg að henda því nánast í staðfest. Já. Já, Alveg sala. já, glæsileg sala. Já. Þeir auðvitað spiluðu í þessu lengi bláu því að auðvitað Svíarnir voru gulir í úrslitaleiknum. Nú, Ég er vinnar já, 20 ára landslið í körfubolta, konur í áttalúrslit í B-deildinni Evrópumótinu og þar er Coach K, Kjartan Atli með liðið. já, Og við eigum 2 stigastu menn mótsins, Viktor Jónas Lúðvíksson og Birgir Leó Halldórsson. já. Hvað mót er þetta? Þetta er U20? U20 B-deild Evrópumótsins. Gamla góða B-keppni. Já, og þar eru konur í áttalega úrslit. Geðvegt. Og Kjartan Atli að gera gott mót þar. Kjartan ætla að kúka. Já. Já, menn er að kúka þér og leiðunum. Vel gert hjá þeim. Já, verður ekki Gunnar Heiðar Þorvaldsson að vera vinnar fyrir að drilla 5 mörk á þetta írlið sem Þróttarar gátu nú ekki unnið einum fleiri. Eru menn konur í vinnir að dagsins fyrir að vinna í er? Já, Fimm? að smetla 5-1. 5 í grilljaðum og með eitt svona Mattias Sammer marka sem er bara hlöð, Þorsteinn leipur að nefnir allavega. Þetta er líka aðeins að sína En virðingu. Íringen er komað tilbaka. Eins og alltaf. Mér finnst þarna gæinn þarna eitthvað gaur með svona fyndi skegg svona. Já. Hann er vinnur hjá mér af því að hann með eitthvað happatreyju pælingar sem að ég skildi ekkert en ég er alltaf að horfa á þetta aftur og aftur. Já. Íslendingur? Það skildi enginn þá vitleysu. Nei, ég veit ekki hvað hann er að meina, Nú, en mér finnst já, það bara já. svo skemmtilegt. Já. Þú náttúrulega ekki á my TikTok. Nei. Jú. Ég fer bara á TikTok einu sinni í viku. Fæ þá recap. Já. Já. Ertu að minka skjátíma, ertu í ykkur svoleiðis? Nei, ég bara gleymi alltaf að fara í það. Nú, ég reyna að fara hverjum degi. Já. Há með einhverjar ótrúlega pælingar sem ég vissi ekkert hvað. Herri, þetta vinnar? hér er eitthvað gaur sem er að Já. vesla Ég sá þetta. beint í mark. Já. Hún var sem sagt að segja það kærastan hans að hann er svo mikil dokkari, hann kaupir allt sem dokkarinn selur Já, eða mæli með. já, Þetta var skemmtilegt, ég hef gaman að þessu. Já. já, Þetta er vinnar. Þetta er vinnir. geðveikt. Gaman að þessu. Það er unga fólki. Já, ég er ánað með unga fólki í dag. Það er unga fólki í dag. Miklu betra en unga fólki þegar við vorum. Já, sammála því. Jésús. Veistu hvað, veist mjög munur á unga fólkinu í dag með við þegar að kynnslóðan hans nafla var út. Nei. Það var algjör búðingur. Nei, Þessi krakka sem er yngri en Já, hann, já. þau eru miklu flottir. Nei, 98 ára gaukurinn fræði, hann sló Það í er gegn. risa búðingaárgangur, en svo er þetta yngri, þau eru flott. Það eru krakkandi sem eru að erfa landið. Þið munum bara einhvern veginn. Landsýðir ykkar. Já, landið, við erum að fara að erfa landið og við erum að fara að skila í vel að okkur. Já. Á okkur. Já. En svona líka vinnar, svona ég ætla að taka þetta bara fyrir hönd þjóðarinnar. Það var bara Hjörvar Hafliðason fyrir Epic America. Já, Fyrir að vera einn alla virka daga og við erum að ljúka þessum kapla. Já. Þannig ég vil bara fyrir hönd þjóðarinnar fá að hrósa þessari dagskrá. Já. Og má alltaf að þakka tæknimennum fyrir. Já, tæknimennir þeir. Tæknimennir Daði Daði og Ómars, Clinton. Arnór, Kefari. Já, minnir að lúsera. Ég er einhvern veginn of jákvæð til að vera að hendi ykkur að lúsera. Já, við erum komið við erum ekki þar í lúsir. Já. Við förum í lúsirina alvöru þegar veturinn kemur. Já, Þá verðum þá verður það aðeins Þá verðum harðari. við þingri. Og veistu hvað, ég ætla að kalla einn óvænta vinnur. Já. Íslenska veðrið. Eins og kósi þegar það er HM Já. og það sé ekki einhver sól og Jú, það er þetta alveg rétt. Jú, fyrir sundi og gera þetta. Já, Það er já. ekkert í gangi. Nei. Maður getur bara leið upp í sófa Já. á bumbunni. Ekkert eitthvað verið að lýsa óþörra á En það var líka sjónvarpi reyndar og draga fyrir- alvöru oktober við sem við erum búin að fá núna undan. Svo á miðvikudaginn, Já. ég sopnaði þrisvar miðan dag. Þetta er aldrei áður gerst á þeim. Kom heim eftir þá. Lottaði, fór að gera eitthvað, kom heim, sopnaði aftur og svo rétt fyrir kvöldmatt sopnaði ég. Einar sem vantar að þú hefur símaðið svona í skirtuvassanum. Já. Þetta verður alvöru kallakall sko. Sopnað þrísvar á daginn í sjó. Það er ríkalega gott. Við slum, við erum alveg, tölva mín er að vera batterislaus, þannig að við þurfum að fara að klára hana þá. Já. Hér erum við, hvað erum við hérna, skurnar? Við slum
Ég var að fara í niður, já. Já, Eða er það eitthvað sem að þeir smekki við það? Nei, aldrei. það er alltaf smegur. Ég var fyrir neyða, já. Nei eða já. Fyrir mér neyða, já, með Einari Á. Það held ég. Einar Á Dalvegi, hættulegasta gatan á Íslandi, passið ykkur þar. Það hættulegt að ég er búin að setja lögguna á Dalvegi. Já, stöð, lögustöð. Settir löggustöð þar. Sniðut. Og ég færði sýslumannin Já, sniðut. upp í Hlíðarsmá. Já. Djúfell, sýslumaðurinn í Kópavogi nettur. Hafið hitt hann? Sjálfan. Sýslumann sjálfan? Já, bara ef þetta fara að skilja eða gera eitthvað. Já. Græjar þetta allt saman. Skilja, er ég alltaf staðfesta sambúð, já, ekkert mál. Bara græjar þetta. Já, ok. Kóngurinn. Nýtt vegabrif. Já, Talaði bara við hann. ok. Best ég kíkið hana. Kíkt á hann. Já. Sýslumaðurinn í Kópavogi, mæli með. Já. Herra, ég get ekki sett þetta á mig. Herra, gæti naflinn hugsa sér að skríða upp á hvítinskonuna eftir Þorvardur Freyr. ískalda Karlsberg af krana. Þrýr Karlsberg og ég fer á hvítiskóna. Nei. Nei, enga vitleysu. Ekkert svoleiðis. Nei. Ætlar Hjálmar að slökkva á sjónvarpinu í hálfleik á sunnudag í mótmælaskyni út af halftime sjónu, mættilega. Já, nei, ég horfi. Já. Ég kom á þannig vagn. Hvað minnur, geðvitt? Og Hannes Friðbjarnarsson spyr, er Volvo 240 1980 ára gerin besta mótili sem framleitt? Já, sko besta mótili endingarlega séð og viðgerðarlega séð, já, engin spurning, en hvort það sé gæði og annað og eða þú veist, svona upp á akstursög eiginleik og annað. Já. En þá er það, fyrir þá sem eru núna að horfa, þá er þetta algjörlega geggjaða bíl. Já, takk Hannes. Takk fyrir þetta, Hannes. Fá við Doc Chock Restock bráðum. Þetta er orðið vesen að finna þetta. Doc Chock Restock, það er rosalega lína. Ég veit að fólk var að fara upp í Nóa til að spyrja hvort það var þetta að fá. Ég veit það. Og mínir menn á Suðunni sem pöntuðu aðeins meir en aðrir. Þannig að það er eiginlega líklegast alltaf að vera í Netto. Já. Það er rosalega kærleikur milli Dóttarfútból og Netto. Já. Það er alveg ótrúlega markilegur kærleikur sem hefur einhvern veginn myndast þar. Nú eiga landsliðsþjálfarar líka að vera frá því landi sem þeir þjálfa. Já, Mér finnst það. Ég er á því. Ég sammála því. Eða af hverju? Bara, það Það er bara eitthvað meiri tenging og já. hitt hefur aldrei gengið upp. Náttúrulega Lassin okkar gekk vel. Já. En hann var líka heppinn, hann var með góðan heimi með sér. Já. Mér finnst það aukaatriði. Já. Er eina leiðin fyrir England til að vinna að eiga world-class markmann? Já, ég held að það sé engin spurning. Að þú verður að hafa alvöru markmann. Er ekki allir sammála því? Jú, sammála því. Það held ég stórkostlegt mark. Hafið þið séð annað eins? Gunni Birgis. Ég elska þetta. Mér langar að eiga það setningu. Ringitón. Hann er bara búin að gera þetta sinni setningu. Já, og það er að setja þetta sem ringitón. Hafið þið séð annað eins? Nú, hvað sjáum við meira en það getum fara aðeins ofar? Það var hann nokkra. Nú verður leikur Englands og Argentínu kallast Tuchel skítan í hérna. Já, má eiginlega því miður. Gæti hjammi borða þyngd naflans í Dóttarfútból súkulega? Ég á ekki erfitt með að borða þetta súkulega, ekki sett ykkur. Naflinni það léttur, já. Er þetta heitt, Argentínu heitt á samfélagsmiðlum heitt eða kalt? Nei það já, ég veit ekki hvað hann meina þarna. Ég bara veist, er þetta... Sko, ég á að halda með Argentínu. Þetta eru algjöru fáiðar, en ég næ ekki að halda með. Nei. Hvað er það samt? Þú verður að hugsa þetta. Ég veit að ég þarf að hugsa þetta. Nú, er Andri komin á vagnin með 76ers munum á samt Hjörvar og Hjálmari? Manni finnst það svona? Smá. Nei, það er bara síðasta sem ég er að fara að gera er að fara á 76ers vagnin. Manni finnst eins og það Við einhvern veginn létum það að hafa köttin í seknum Jaylen Brown og við erum að Köttin í seknum? Er hann köttur í sekn núna? Já, það er bara þetta er því miður, þetta er það er vont að hafa hennar mann í klefa og við létum ykkur fá hann. Hvert er LeBron að fara? Það er bara stóra spurningin og ætti nú bara að fara að skýra hvort það sé Miami, Cleveland eða Sixers. Ég skildi ekki alveg að þessi Rich Paul umbóðsmannas var að segja hann var ekki að ring chaser. Hvað þýðir það? Þú veist, vill hann ekki vinna titla? Var ekki eitthvað Þú veist, myndi ég eitthvað velja að fara í þú veist, hulla því ég var ekki ring chaser? Nei, þetta er mjög skrítið, ég veit ekki hvað þessi ameríski kúltúr er svo skemmtilegur. Og síðan er líka liðið sem eru eftir, þú veist Golden State, Miami, Cleveland, Philly. Er verið orðað með Philly? Já, þið geta bóðið honum minimum samning hérna, en hann endar aldrei í Philly, ég get nú alveg sagt það.
En þetta eru svona liðin sem standumildu. Þeir eru öll að senda honum voice message umbúnum. Já. Það er gott. Gaman að vera LeBron. Já, ég held nú samt að hann endi í Cleveland. Þetta er það. Fari heim. En hann fá að koma aftur í The Heat. The Heat, já, það er stort. Með Giannis. Já. Þetta verðist þessi 4 staðir sem að hann velur á milli. Shit, hann og Bama Adebayo í sama liðinu. Wow. Við kerum þetta Miami lið upp núna, þeir voru þar. Já. Versluðum með búðinu og styrtum á. Já, þú tókst náttúrulega alvöru verslum. Já, ég tók svolítið dýrt. Voru krakkarnir ánægðir? Já, voru mjög ánægðir. Hvað varst að taka? Miami treyjuna bara. Já, eitthvað aftan á? Já, bara einhver leikmann sem var búið að treyta síðan, ég var átt að með því. Já. Herró. Já, Herró var farið. Já, ég tók að Bama Adebayo. Já. Og segið með það. Hann var reyndar svolítið stórbúningur, þetta er meira svo kjóll. Já. Hann stekkar í þetta. Þetta er stór snið. En ég segi, ég er alltaf að hugsa um framtíðina í þessu öllu saman. Minna það að í boltamanninum getur þú fengið síðar með spænska treyju og Argentínubúninga í barnastærð. Já. Svo fyrir þá sem með krakka vilja ná sér í inniskó 35-36, það var það til þar. Já. Var ég búinn að koma með fyrir samfélkingumannin Loga Hjálmarsson? Allt klart, hann er komið með sína skó. Kall grei. Þannig að hann er komið skó. Ég fór á hann daginn, þeir líka náttúrulega treinur að dettin enska boltanum. Já. Það er geðugt. það er alveg geðugt. Já. Þú enda þennan þátt eins og alltaf á El Grande. Já. Hvað ætlar að fara með okkur í? Ég ætla að fara með ykkur á ákveðin stað. Dóttarfútból verður á mánudagskvöld, mánudagsmorgun segi, þriðjudagsmorgun og svo er ég að vonast til að fá hann Hannes hjá KKÍ í Dock Sports Business og þá ætla ég að segja þetta gott í þessari törn og við snúum svo aftur þann 11. ágúst, daginn fyrir sólmyrkvan. Mó. Ef ekki að breyta sólmyrkvanum í eitthvað bara alvöru Karlsberg rugl. Jú. DJ Face að spila og... Hvernig væri það? Já, bara einhvern veginn. Bara vakandi langt fram eftir og vakna daginn eftir og herri, ég man ekkert eftir þessu sólmyrkvan. Þetta er djúðlega Face. DJ Face góður að græðunum. Það held ég sandi þetta með Dað Ómas. DJ Dað Ómas. Já. Hann þekki leikinn. Ójá. Nei, hann reyndar þekkir ekki leikinn en við ætlum eins og að biðja ykkur leikmenn Philadelphia 76ers. Ok. Núverandi, fyrirverandi, bara þemað er Philadelphia 76ers. Liðið sem ég og Hjálmar elskum svo heitt. Já. Gjörðu svo vel, Hjálmar. Ég fer í Maxi. Joel Embiid. Þú ætla að fara bara í nýjustu. Commercial, já, ok. Ég fer þá ætla ég að fara í Allen Iverson. Já. James Harden. Þú vissum það? Já. Fer í Barkley. Já, Sir Charles. Hann er legend og hann har aldrei unnið titil með þeim. Paul George. Fer í Cunningham. Dr. J. Þetta er góður í þessu maður. Ég held þú var ekki svona helviti góður í þessu. Ég fer í Býtu Tjúvill ertu góður í þessu. Ég held að 3 myndu döða mér sko. Hver skoraði 100 stíðin? Já, býtu nei, já, setta hans Embiid var komin. Býtu Ég er að fara í byrjunlið. Ég er búið með Barkley, búið með Cunningham. Hver skoraði 100 stíg? Hvað 100 stíg? Ég man það ekki. Gamla dag? Í gamla dag? Já. Já. Það var hann hérna. Manst þú þetta? Já. Já, manst þú þetta? Þetta er einn stærsta nafni í sögu NBA. Nei. Býtu, Cunningham. Já. Ég er að ruggla tveimur saman. Já. Ég held ég að sagt hann. Það er Chamberlain. Ég sagði Cunningham. Will Chamberlain. Ég skal viðurkenna það að Cunningham voru mistök. Það var gisk, en ég held ég að sagt Chamberlain. En er eitthvað Cunningham búin að spila fyrir Philadelphia? Já, er það ekki rétt hjá mér? Er það ekki Cunningham samt búin að spila? Ég held að sé eldgamall. Okay. Ég var bara að sjá þetta eitthvað þarna þegar við vorum að byrja að halda með þessu hjá Hjörvar. Ok. Maður sjá klár. Geggjaður, Billy Cunningham. Já. Gjör svo vel nafli. Þetta var mistök en samt einhvern veginn. Tjóðlega er hún mörg nöfn sem er í hausnum á mér sem Er það? Maður er að
Sko, einhver fallegasti leikmaður í sögu NBA. Andlitsfríður maður. Og a great fucking shooter. Já. Ég fór svolítið í 90'sið. Þú ert svolítið í 9. Við eigum að vera með eitt samt byrjunarliðsmann sem við erum að klippa. Já, maður er að zóna út, sko. Já, ég er með það. Fuck. Allt í henni fattaði, já. En ég get sagt það. Það er byrjunarliðsmaður. Nýliðin, skal gefa það vísbendingu. Nýliðin. Fultz. Draftaði nummer 1. Fultz. F-U-L-T-Z. Draftaði nummer 1. Edgecomp. Edgecomp segir maður það ekki. Edgecomp. Það er nýliðin. Ég held sér rétt Ben Simmons. Það er rétt skrifað. Það er Ben Simmons. Ben Simmons. Auðvita. Við erum helviti góður í þessu. Ég bjóst ekki. Þú ert með einn sem við erum ennþá eftir. Manst þetta í Utah-liðinu? Já. Með Karl Malone og John Stockton. Náttúrulega, Malone var hana. Nei, Moses Malone. Moses Malone var hana. Er það ekki rétt hjá mér? Moses Malone, já, var hann ekki hana? Já, Moses Malone var hana. John Stockton. Carter Williams, leikstjórnandinn. Ég er nú búinn. Nei, býtu, reynum þetta. John Stockton, Karl Malone, hætti að segja Moses Malone. Hann var hana. John Stockton, Karl Malone og hver var skittan? White Boy. Var treytað til Philly frá Phoenix ásamt Andrew Lang sem að þú veist ekkert hver er. Nei. Það er alveg skitta. Var ekki Doc Rivers líka í Philadelphia 76ers? Var ekki Andre Iguodala líka þarna? Var ekki Kyle Korver þarna líka? Rólegur. Vá. Ég vissi ekki að þú er svona helviti djúpur í þeim. Doc Rivers alltaf þjálfaði liðið. Þjálfaði liðið. Já, spila hann aldrei fyrir þá. Ég veit það ekki. Tjekka á því. En hvað sagður hinn? Þú sagður eitthvað... Skotmaður í Utah. Já, segðu bara hver þetta er. Jeff Hornacek. Jeff Hornacek. Ertu vissum hann að vera í 76? Heyrðu, hann var treytað fyrir Barkley. Manst ekki eftir því að Barkley var treytað. Ég er kannski ekki svona djúpt, nei. Sjöfis hittir í þeim, maður. Þú ert alveg fan. Ég er alveg 76ers. Vá. Vá. Þetta var geggjað. Þú var að viðkynna, við fórum helvítið langt. Þetta var eiginlega jafntefli. Varstu með fyrir sem Já, með síðasta. Já, ekki að það ert ekki alltaf að vinna. Nei, þetta er alveg, stundum er þetta bara stundum verður bara að haga. Nei. I wanna win. Shit, hvað það var gott maður. Já. Fullt af góðum leikmennu sem að vantaði nýtt allt saman. Doc Rivers reyndar að spila aldrei fyrir þá. Þetta er þetta gott. Bjóstu því að nafnum myndi hendi Jeremy Pargo? Já. Það vantaði Ala Abdel Nabi sem síðan spilaði fyrir Boston. Það vantaði auðvitað risan Sean Bradley 7'6". Ég held samt að við höfum verið með alla þá sem flestir svona, við vorum alveg góðir. Þetta voru svolítið smá jaðarinn hann. Það vantaði líka tróðarann, nýja Barkley, Baby Barkley, Clarence Weatherspoon. Já, Baby Barkley. Já, svo Scott Hayden Williams, hann... Nú ertu bara komin í eitthvað sem að... Nei, þetta er ekki hann. Nei, ég er ekkit, mann ekkit eftir þessu gull. Ja, býtu. Þetta var fáralega vel gert, maður. Býtu, voru ekki með Julius Erving? Jú, ég var með Dr. J. Já, Dr. J, já. Hann er Cunningham, þinn maður. Já. Hal Greer. Já. Moses Malone. Já. Joel Embiid. Við vorum með þetta. Barkley. Iverson. Chamberlain. Já. Veitu hvað... Við vorum eiginlega bara með það. Veitu hvað... Hann var kallaðar Allen Iverson. Nei. The Answer. The Answer, já. Aha. The Answer. Svarið. Svarið. Wow. Síðan setna mér gerði Herbert Guðmundsson lag Allen Iverson. Svaraði. Það er ekki öll við þess að eins... Wow, því líka þáttur, maður. Já. Fyrir þá sem að, sko, nafnilega, þetta content sem þú varst að gera, þetta er náttúrulega bara... Þetta er svo gott að þetta verður bara, maður verður bara háður þessu. Þeir sem vilja fylgjast með meira content frá þér, geta þeir followa þig á Instagram og verður með meira content þar. Já, það er bara meira content á leiðinni. Núna er maður bara back to the drawing board. Og svo geggja að sjá þeir komið inn á hótelherbyggið, svo liðið 8 klukkstundir og þá kom góða nótt. Og þá ertu maður að giska í eðunar. Já, hvað var aftur í gangi? Netið í London er ekki gott. Já.
Já, bjóstu við að Napoli myndi henda í Jeremy Pargo, þú ert að fá sneiðar. Já, ég var að hérna, segja það. Já, Við klikkum á því. Mér finnst það gott. Við vinnum Jeremy Pargo. Já, ok, Dr. Fútból þakkar fyrir sig. Það verður gaman að sjá úrslitaleikin á sunnudaginn og líka þriðja sætið og bestu deildina. Og muna bara njóta því þetta er að verða búið. Guð bless ykkur öll og drottin verið með ykkur. Dr.